svæði fleiri mót. Taflfélagið var 45 ára á síðasta ári og Garðabær 50 ára á þessu ári, þannig að við erum bara rosa stolt að fá að hýsa ykkur og ég óska ykkur bara velgengni á mótinu og ég vona að bæði skákmenn og konur og áhorfendur muni njóta sín hérna á meðan á mótinu stendur og gangi ykkur vel. Já, komið sæl, velkomin til leiks í þessa samantekt frá fyrstu umferð á Íslandsmótinu í skák. Ég heiti Ingvar Þór Jónasson og hrítumeistari og ætla svona að renna þess yfir svona skákina í dag og gangmála. Íslandsmótið hófst í dag í Miðgarði í Garðabæ og meðal keppenda Vignir Vatnar Stefánsson, okkar fremsti stórmeistari í dag sem vann sér nýlega þátttökurétt á heimsbikarmótinu í skák með frábærum árangri á Evrópumótinu sem framfór í Póllandi fyrir skemmstu. Nú 13-faldi Íslandsmeistarinn Hannes Lífveig Stefánsson mættur til leiks og Guðmundur Kjartansson, þessir þrír stórmeistarar mættur til leiks. Við erum Íslandsmeistarar kvenna, kvennstórmeistarann Lenka Potasnikova og nokkrir alþjóðlegir meistarar, Heimir Freyr Heimisson, Björn Torfinsson, Dagur Ragnarsson. Þannig að vonandi fáum við spennandi og skemmtilegt mót. Við ætlum að vinda okkur í fyrstu umferð og þar mætir Vignir með hvítumennina Erni Leó. Erni Leó kominn í mótið með stuttum fyrirvara þar sem að Alexander Domačuk Jónasson var að hætta við þátttöku og Almar bæjarstjóri hann lék fyrsta leiknum fyrir Vigni. Það var Davíð 4 sem hefur gefist vel hjá Vigni og þetta tellist allt eðlilega nema að hér virðist Erni Leó hafa verið svona aðeins reddur. Vignir hefur verið svona duglegur að koma með góðar hugmyndir og góður í undirbúningi. Þannig að hérna fór Erni Leó aðeins í hugmyndabankan og leikinn reyndar í C6. Tók sér alveg 11 mínútur í það og þetta ég bakka, það 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, þetta 11 til vinsælasta leikurinn. Þannig að ýmislegt gert hérna til að svona forðast helstu alfara leiðir, bara fá teflanlegt tafl og ég þetta teldi svona nokkuð eðlilega. Og ekki margar skákir með þessari hugmyndaleikritari CSS og svo ritari 1-4. Ég fæ 4 skákir hérna í þeim gagnagrunni sem ég að vinna með. Þannig fyrir 2, hvítur kemur út og svartur ákveður að fara inn í aðgerð með rittarann, hótar þessu peði hérna sem að Vignir verður að valda, drótning B3 og út fara mennir og Vignir bara tekur hérna eiginlega svona yfirráð á miðborðinu strax í byrjun. Þetta það sem að hvítur sækist eftir í flestum byrjunum. Erni Leó reynir að svona berjast að móti þessu og sjáum að yfirleitt er varhugavert að stilla drótningun upp svona móti hrók en hérna hrókurinn óvaldaður þannig að svartur fær tíma en eftir stuttan hrókun hjá Vigni þá náttúrulega hrókurinn valdaður. Þannig að svartur þarf að eyða tíma með drótning A5 og svona aðeins á eftir í liðskipan. Og helsta vandamál svarts kannski að hann eftir að koma þessu biskup út sem að tengir þá hrókana og klára liðskipan. Þannig að hvítur svona aðeins á undan tíma og þess vegna metatölunar stöðuna töluvert betra hvítan pluss 1, eitthvað í raun töluvert betra. Og hérna reynir Erni Leó að leysa vandan með hennar biskup, leika B5, reyna að koma þessi biskup hérna út. Vandamál hins vegar að það ekkert svo hlaupið af því. Hvítur með hrókan á opnum línum og tilbúin að grípa hérna færi jafnvel á 7. reitur ef það gefst. Erni Leó leikinn að hróka B8 og nú kemur þetta í F5 og mennirnir bara standa klaufalega hérna hjá Erni. Hóturinn einfaldlega að leika A3 og koma svo hérna með gaffal og það er bara erfitt að leysa þetta vandamál. Erni Leó fann ekki lausn, hróka B7, mennirnir standa orðið ansi klaufalega og hérna sá Vignir skemmtilega taktík, leik drótning C3 og hugmyndin að við hótum að leika A3 og eini leikur sem valda drótninguna ansi mikið óni, þannig að Erni Leó reyndu afleppun hérna en vandamál að við tekið hérna C8. Það má ekki taka út á mátinu, þannig að hérna verður kaup þar sem að Vigni vinnur bara hreina mann og eftir þetta C6 þá gafst Erni Leó upp. Tómas Tandri heyrði aðeins í Vigni eftir skákina, skulum kíkja á það.
Já, Vignir, hvað er planið fyrir mótið? Standa mig vel, vinna náttúrulega. Já, frekar einfalt sko. Tefla vel og enda á að vinna þetta mót, vonandi. Nú var Örn Leó í fyrstu umferð, var einhver spesu undirbúningur fyrir hann? Já, ég þurfti að kíkja á ýmsar, skulum við segja, skrítnar byrjunarleiðir sem að hann er nú mikið í þeim. Þannig að, já, ég vona bara að koma upp, ég er hæstánægður með það. Nú eru þínir helstu keppinautar Gummi og Hannes í síðustu tveimur. Ertu eitthvað að spara þig fram að því? Nei, ekki neitt. Ég ætla bara að reyna að ná eins mörgum vinnum Gummi og ég mögulega get og við sjáum hvort það verður nóg til að vinna. Vignir var ansi fljótur að klára. Næsta skák að klára held ég hafa verið þessi skák og það var Lenka Ptasnikova með hvítt og Hilmir Freyr Heimilsson með svart. Hilmir, já, hann tók 5 á 5 á bósmátinu nú á dögunum, svona hittaði sig upp fyrir Íslandsmótið, þannig að hann er í fínu gír. Lenka hótt tafnum með C4 og já, þessi fyrstu leikir hafa vantar ekki komið óvart. Lenka hefur verið að tefla þessar uppstillingar já, undanförnum árum. Þannig við sjáum á tímanotkun Hilmis að hann er tilbúin hérna í þetta stuttrókun. Þetta er allt telt hérna á nokkuð hratt. Lenka bara nota smá tíma og leikurinn heitir B5. Þetta er svolítið svona svo í sletti konkrít. Hvítar hóttar að grípa hérna biskupparið. Þessi leikur hérna svarta biskup E7 og Gummi biskup E5. Og nokkur skáki telst í þessu. Þetta er svona svolítið, já, svona svo ég halda fór með sletta direkt. Svarta fara að bregðast við. Hann getur leikið riddari E8 og riddari A6. Riddari A6 riddari E8 er aðaleikurinn sem að Hilmir lék hérna og fyrst skipti sem hann hugsa kannski aðeins í skákinni. Hann er búinn að tefla þetta nokkuð hratt en tekur sér smá tíma núna hérna, tíminn jafnast aðeins og drottning setur. Hann hvítur setur mikla pressa á þetta P hérna. En Hilmir, ég veit ekki hvort það var að blöffa eða hvort það var með þetta á hreinu en hann allavega fann hérna besta leikinn, leik C5 sem er peðsfórn. Hvítur drepur hérna A7, biskup D7, alltaf við tökum að þá er hún hérna á B8 en biskup D7 riddarinn hörvar riddari C6, svartur fær hérna tempó þegar hvítur má eiginlega alls ekki missa hérna biskup, þá verða svarturriddin alltaf veikir og vandamáli hjá hvítum er að það þarf að klára liðskipan og mennir standa aðeins klaufalega. Við sjáum til dæmis að kemur hrókur að C8, D4 getur alltaf verið einhver taktík, Elína getur verið leiðileg. Hilmir skipti upp á aktífasta manni hvíts fyrir svona mann sem var ekkert alltaf góður í honum, sem bætir stöðuna hjá honum. En þetta ætti að vera lagi ef að þetta er vandhelt að hvít, hann þarf að vanda sig, leika einhverju leikar sem biskup E2 og kannski reyna að hróka. Leikur þessu Lenka-leik, tölunum voru ekki hrifnar af þessu D4. Þetta opna tafli full mikið og það er yfirleitt þeim í hag sem er með betri liðskipan og Hilmir er eitraður í stöðum þar sem hann hefur svona frumkvæði, hann er mikið fyrir að fórna P fyrir akkurat svona frumkvæði og hérna er frumkvæði bara sterkt og við sjáum að eftir þessi kaup hérna, það er alveg óðsmanns æði að opna þessa Elínu, þá kemur hrókur E8 skák. Þannig að Lenka drafir D4 og biskup B4 skák. Og hér er ekki hægt að bera fyrir, það sem að kemur hrókur C8, vinnur lið, Lenka þetta skellir kónginn eftir hann miðborðinu og þetta er ekki peðsins virði og Hilmir er alveg í essinu sínu hérna í þessum stöðum, drottning B2, biskup finnur 5 og hérna var Lenka að gefa drottninguna en bæturnar er einfaldlega ekki nógu góðar, kóngurinn ennþá ekki með skjól og ekki ennþá búið að klára liðskipan, tengja hróka, mennir vinni gera saman, þannig að eftirleikurinn var auðveldur fyrir Hilmi, fyrir bara hratt við sögu hérna. Drottning G6 og fellur P á G2 R5 series 4 og nánast staðan ennþá meira og eftir drottning G4 þá gafst Lenka upp. Fýtt sigur hérna hjá Hilmi til að byrja mótið, hann er til alls líklegur ef hann kemst í svona sitt besta form. Björn Þorsteinsson alltaf vongóður, hann hélt að hann væri að koma barða á óvartina og valdi tefla Albins, Albins mótbragð. Alapin er séður á Sigluvörn, þetta heitir Albin. Albin og Alapin, þetta er svolítið ruglandi. Þetta heitir Albins mótbragð og hérna hélt Björn vantarlega að hann væri að koma barði á óvart en ég held bara að Bjössi hafi gert það svo oft að
að Bárður virtist að vera tilbúin hérna í þetta og eyddi ekki mikil tíma henni í byrjunni. Kannski ekkert endilega, hvað skal segja, skarpasta línan sem hann er að velja hérna. En hún er traust og hann gefur bara peðið tilbaka og C5. Það er svo sem engin einhver stjörnu undirbúningur en allavega Bárður hérna lenti ekki í vandræðum, en hann nú byrjar að nota tíma hérna og þeir báðir reyndar. En það er alltaf eins og stöðu, þetta er bara jafnt tafl núna, þannig að Björn má í raun vel við vinna miðað við að honum fannst Bárður vel tilbúin í þetta. En ég held að svona augnablikið sem skiptir máli var hér, að þessi leikur hjá Bjössa A5 var ekki góður. Það er ekki auðvitað að sjá, þetta er eðlilegur leikur, svartur leik A5, A4 stykki á þessu riddara, ná sér að rýma drottningavæng, en mögulega hefur hann mistað þessu leik hérna drottning H5. Vandamálega þar óný hérna og það er ekki svo auðvitað að valda. Við sjáum náttúrulega að skálinin er eitruð, það er ekki valda með peði og vandamálega drottning D6 er að hvítur skýtur inn í hérna eitrubur D4 og þá er orðið óný hérna og hvítur vinnur bara hreint peð. Þannig að þessi leikur drottning H5 setti Björn í svolítið vandræði, hann ákvað að fórna peði hérna. Og við sjáum biskup að fara eitthvað og þá, byrjum við að hafa eitthvað taktík hérna fyrst, en í staðar fyrir að vinna B-peði hérna þá vinnur hann A-peði á endanum eftir nokkra leiki og hérna er Bárður bara peði yfir eftir vandaða taflmennsku, skal segjast. Svartur bindur vonir sinni við eitthvað spil, en aðaltrompið er raun bara hvítar hefur þetta A-peði hérna sem er tilbúið að hlaupa upp borðið og það gerði það ansi fljótlega hérna eftir biskup E3, H5, A4, B4, A5 og við sjáum að biskupurinn vinna ótrúlega vel með þessu peði. Björn gafst upp hérna með koltafa tafl. Hannes, hann virðist nú oft ná sér að styrka á þessum Íslandsmótum og hann byrjaði hérna með svarta móti Birni Hólm sem hefur verið að tefla vel undanferðið og ekki auðvelt að vinna hann. Sko sjá hvað gerist í þeirra skák, þetta var svona róleg stöðuppbygging og Hannes leitar henni í uppstillingu sem að Mattias Blúbam hefur verið að tefla á móti ekki móti Grunnfjöld, heldur á móti Katalan. Það er svona traust uppstilling og við erum bara með jafnt tafl hérna. En spurningin er hvort að þessi aðgerð hérna hjá Birni finnur 4, hvort að hún sé réttlætanleg. Hannes tók hérna á C3 og líka riddar 1-4 og vandamálega F4 er að þú veikir hennar reitt E4 eiginlega til frambúðar. Hvítur fær biskupparið en þetta er biskup E5, hann riddar D2 og svartur vinnur biskupparið tilbaka og þá er hans biskupurinn sterkari. Hann hefur þennan reitt hérna og hættan er að ef hrókurinn kemst inn líka þá er þetta orðið nokkuð veikt hann á G2. Hannes byrjaði á því að verja hérna þetta CP taktískt, hann hótaði þessum leik hérna þannig að hvítur var að taka mót á línunni og nú er svartur búinn að svona koma að stjórna peðastöðuna hjá sér og hérna ákvað Björn að leita í hrókakaup en að kostna peðsins á G2. Staðan var orðin erfið en Hannes er ansi öruggur oft í svona stöðum og sjáum að Björn reyndi að leita í miðlita biskupa. Hannes hafnaði því og hann er með aktífa hrók hérna með einu peði hérna og öðru peði A2 og nú er hann 2 peðum yfir og þegar hann er með miðlita biskupa sá sem að næra að sækja með gott frumkvæði. Þetta verða peðakaup en svörtu peðin eru fleiri og fljótari. Þetta H-peð er stórhættulegt eins og við sjáum og eftir smá tildekt að þá fleygði Hannes því bara fram borðið, valdar hann að G2 og nú er peðið tilbúið að fljúga upp og Björn Hólm gafst upp, kongur D4 var ekki leikið, þetta er svona sem fylgir oft þessum DGD-borðum. Og þá er bara eftir skákinn hjá Degi og Guðmundi, dagur með hvítt og við fengum hérna drottningapeðs byrjun. Sem var nú reynda bara gott ef ekki í öllum skákunum. Biskup Hannes 4, hérna með Ragórsín, svokallaðan
og þetta allt saman þekkt hérna. Þetta er D7, svarta skilur þetta peð eftir honi að B7 en það svona varhugavert að taka það, þannig að getur ekkert að spá í því, þeir þekkja báðir fræðin hérna og við sjáum að Dagur með 1.32, hann er í raun ekki byrjar að hugsa, hann er bara að þylja upp teóríu sem hann þekkir. Stuð trókun, þetta er 1.4 og hérna er fyrsta leikurinn sem að Dagur hugsar eitthvað smá og jú, þetta er jafnt í tölvunum en svona mörguleyti oft þægilegra finnst manni á hvítan út af biskupparinu, þessi biskup getur orðið svona nokkuð sterkur, en hérna kemur aðgerð hjá Degi, hann leikur F3 úr eftir að sé, hann tekur hann á B5 og þetta lítur nokkuð vel út, en við grunar að hér hefði mögulega Dagur mistað á þessu leikinu þetta er D3, skemmtileg taktík og Gummi var að sjá þetta því annars er hann bara með miklu vera tafl, hann sá þetta og vinnur hérna peðið tilbaka og er svona kominn yfir það versta og í framhaldinu verða hérna hópkaup og þessi riddari hann kemst ekkert svo glatt út þannig að við þurfum að skipta upp og eftir okkur B4 þá tekið F6 og verða kaup og hérna hefur menn í raun geta samið hérna í 34. leik en einhverjum hluta vegna ákvað að svona cirka tvöfalda lengskákarinnar og tefla þetta áfram en þetta var alltaf tíma steinda deltafli þannig að ég er nú ekki að dvelja við þetta. Prósenttafl í jafnt á peðum á þessu leveli er alla jafntefli. Jú, hvítur vinnur þetta peð hérna en það skiptir ekki máli. Kannski vildi Gummi bara æfa sig að halda svona tafli, ég skal ekki segja, en hann er ansi sleipur í jafnteflum þannig að þetta var aldrei hættu og jafntefli niðurstaðan í 70. og 4. leik. 40 leiki sem að margir hafa kannski sleppt en menn ráða því náttúrulega. En já, þetta var fyrsta umferð. Í annar umferð á morgun þá var Örlygur Hvitt á Hilmi. Hilmir fær aftur svörtumennina, Björn Þorfinnsson fær lengu, Hannes Lífar og Bárður Örn, Guðmundur Gættarsson, Björn Birkisson og Vigni Vagnar Stefánsson mætir Degi Ragnarssoni. Það hörkuð við hérna strax í annar umferð og já, taflið hefst klukkan 3 á morgun og já, sjáumst náttúrulega á morgun í samantekt annar umferðar. Takk fyrir mig.